Virðulegi forseti. Já, síðar í dag munum við ræða samgönguáætlun til næstu ára. Það er í rauninni furðulegt. Ég heyrði hv. þingmann Þórunni Egilsdóttur segja það hér áðan að þessi stefna hefði aldrei verið skýrari en einmitt nú og hún væri fullfjármögnuð. Fullfjármögnuð. Ég veit ekki betur, virðulegi forseti, heldur en að eigi að fara að leggja aukaskatta á landslýð eina ferðina enn, eina skattpíndustu þjóð veraldar. Þá að fara að skattleggja hana til þess að bæta samgöngukerfið sem er jú í molum til lengri tíma litið hefur þetta ástand safnast hér upp. En hvers vegna skyldi þurfa að skattleggja fólki í landinu eina ferðina enn með þessum álögum sem að vegtollar og veggjöld munu verða? Jú, vegna þess að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar hvað varðar almannafé, hún er eins og raun ber vitni, 63% lækkun bankaskatts sem kostar ríkissjóð á árinu 2019 tekjur sem nemur 7 milljörðum króna og ásamt 4,3 milljarða króna lækkunar veiðigjalda sem í rauninni nýtast helst stórútgerðinni í landinu. Við erum að tala hér 11,3 milljarða króna, hæstv. forseti, sem í rauninni ríkissjóður verður af á árinu 2019 einungis vegna þessara tveggja aðgerða ríkisstjórnarinnar. Þetta er forgangsröðun á fé almennings. Þannig að núna er það nákvæmlega eins og venjulega þeir sem hafa hvað veikustu stöðuna í samfélaginu og eru að sligast undan þeim klöfum og skattpíningu, okurvaxta og verðtrygginga sem á þau eru lögð, þau eiga líka núna að þurfa að fara að borga skatta sem í raun og veru eru ekki í neinum takti við raunveruleikann og mætti í raun og veru gera hlutina á allt annan hátt, einungis með því að forgangsraða fjármunum í þágu þeirra sem á þurfa að halda en ekki öfugt.